Þröstur Friðfinnsson tók við embætti sveitarstjóra Grýtubakkahrepps á síðasta ári þegar Guðný Sverrisdóttir lét af störfum eftir 27 ári starfi. Við hittum Þröst á glænýrri skrifstofur hreppsins sem staðsettir í nýjum miðbæjarkjarna á Grenivík sem fengið hefur nafnið Grýta. Þröstur, þú ert alinn upp á Húsavík en bjóst líka lengi á Kópaskeri og síðan á Sauðárkróki. En nú ertu komin hingað til Grenivíkur. Hvernig kanntu við þig? Bara ljómandi, þakka þér fyrir. Þetta eins og þú segir, ég vanur í hérna Norðurlandinu og í litlum og stærri samfélögum og þetta mjög gott samfélag hérna. Þú hafðir áður starfað sem framkvæmdastjóri hjá Rækjuvinnslunni og útgerðarfyrirtækinu Dögun á Sauðárkróki og sem útibússtjóri hjá Landsbankanum bæði á Sauðárkróki og Kópaskeri. Hvernig þessi reynsla að nýtast þér í sveitarstjórastarfinu hér í Grýtubakkarhreppi? Hún nýttist bara að mörgu leyti vel held ég. Ég held að þetta sveitarstjórastarfið alveg einstakt starf. Það svo fjölbreytt að það snertir mannlífið alveg upp úr og niður úr. Og öll reynsla nýttist í þetta starf. Nú var forveriðin, hún Guðný Sverrisdóttir, gríðarlega vinsæl og skildi eftir gott bú. Var ekkert erfitt að koma hingað og taka við af henni? Já, kannski ekki. Ég held að það eins og þú segir, hún skila góðu búi og búin að gera frábæra hluti hérna og það reiknar engi með því að ég fari í hennar spor þannig að það engi krafa það. Kannski kem ég með sín utanfrá, hún alin upp hér í þessu samfélagi og búin að vera hér alla tíð. Ég get aldrei komist inn í hennar nálgun að því leyti, hún hefur tilfinningarnar gagnvart svæðinu frá fyrstu tíð en ég kannski kem með eitthvað utanfrá í staðinn. Hún hefur alltaf verið inni í samfélaginu og það gefur kannski nýja vitt. Þannig að það má kannski jafnvel búast við einhverjum breytingum hérna í sveitarfélaginu með tilkomið þinni? Já, það nú engar stór breytingar á döfinni en ég fyrst og fremst reynum að byggja upp áfram samfélagi. Það hefur verið byggðir hér upp góðir innviðir, skólar og þjónusta sem bara mjög góð í svona litlu samfélagi og við reynum að standa fyrst og fremst við það að halda því áfram og byggja áfram upp. Og talandi breytingar og framkvæmdir, sveitarstjórnarskrifstofurnar voru einmitt að flytja hingað í nýjan miðbæjarkjarna sem reis hérna á Grenivík á síðasta ári. Hvernig það að koma út að setja svona marga þjónustuaðila undir eitt þak? Þetta að koma bara vel út. Hér fær fólk allt á sama stað. Það sparisjóðurinn, búðin og veitingahús og svo ræðskrifstofurnar og þetta hér miðsvæðis og gefum bara vel út. Og það eru fleiri framkvæmdir fyrirhugaðar hérna í bænum. Segðu okkur aðeins frá því. Já, það hefur verið viðvarandi síðustu misserin húsnæðisskortur á staðnum og það hefur einhvern veginn æxlast þannig að einstaklingar eru svona feimnari við að fara út í byggingaframkvæmdir. Þannig að sveitarfélagið hefur byggt íbúðir og það stendur til að byggja 2 leiguíbúðir á þessu ári og rétt búið að skrifa undir samning við fyrirtæki Trégrip hérna í sveitarfélaginu byggingu á parhúsi og það hefur einhvern veginn verið þannig að frekara fólk kaupi það sem til heldur en að menn leggi í byggingaframkvæmdir og sveitarfélagið hefur verið að selja íbúðir svona jafnt og þétt á móti og við stefnum að því að selja 2-3 íbúðir á næstu misserum til að fjármagna þessar byggingar. Og það veitir kannski ekki af meira íbúðarhúsnæði hérna, það hefur verið að fjölga hérna í hreppnum? Já, það ánægjuleg þróun að það svolítið fjölgun á síðasta ári, lesi ekki á 4%. Það reynda prósentutölu segja ekki allt í svona samhengi, það fjölgaði 11-12 manns eftir hvaða tímapunktar eru teknir, 11 manns frá 1. janúar til 1. janúar og þetta þó nokkuð fjölgun í svona litlu plássi. Og það kannski helgast að því að atvinnuástandi hefur verið stöðugt og gott hérna og enga blikur á lofti í því. En íbúðarhúsnæði á skornum skammti og það hefur svolítið háð okkur. Hér fólk að keyra til vinnu frá Akureyri og reynda líka í hina áttina sem jákvætt. Þetta svona stiður hvaðana. En ef við horfum aðeins til ársins þá verður nú mikið að vera hér í sveitarfélaginu. Það eru 2 stór afmæli framöndan.
Já, íþróttafélagið okkar Magni 100 ára á árinu og á sér merka sögu. Það eru margir sem að kannast við Magna, sérstaklega úr fótboltanum. Hér hefur verið harðsnúið lið, þó það hef ekki verið í efstu deild, þá hefur hér verið harðsnúið lið í áratugi. Nú síðan Laufáskirkja, hún verður 150 ára á árinu og það verður hátíðahöld í sumar út af því fram í Laufási. Hún á merka sögu og Laufásbærinn, þarna koma fjölmargir á hverju sumri, 12-15.000 manns. Nú og svo eru náttúrulega páskarnir framundan og það einmitt margir sem að koma hingað norður þá og þá nú vinsælt ofta að skella sér á Kaldbak. Já, Akureyringar horfa hér út fjörðin og sjá Kaldbak, þetta fallega fjall, við höfum hann hér hjá okkur og njótum orkunar frá honum. Og það tilvalið að skreppa. Kaldbaksferðir bjóða ferðir upp á Kaldbak og það víðsýnt og gríðarlega löng skíðabrekka eða sleðabrekka eða hvað maður vilja hafa. Nú, svo verður fleira í boði. Við settum þetta svona saman núna, tókum saman hvað það sem í boði hér undir heitinu Góðir páskar á Grenivík. Og hér hægt að koma og fara á hestbak hjá pólarhestum og síðan eða skella sér á Kaldbak. Nú, við opnum sundlaugina, hún verður opin hér alla daga frá 4 til 7 seinnipartinn. Þannig að þegar við komum fjallinu, þá getum við skellt sér í sund og heitapottin og svo verður veitingahúsi, kontorinn hérna í húsinu, hann býður svo upp á góða rétti, þannig að við farum ekki svangir í burtu. Og að lokum við þurfum heldur ekki að fara í burtu því að við höfum hér gistiþjónustuaðila sem eru tilbúin að hýsa menn. Og svo má náttúrulega ekki gleyma því að sem kannski fyrsta atrið að þetta kirkjuhátíð og kirkjan stendur hér fyrir til dæmis föstugöngu sem mjög vinsæl og það gengið hérna frá Grenivík og fram í Laufás og reyndar líka frá Svalbarðseyri og innan á Hnjóskadal. Og í Laufási tekur bolli á móti hópnum og þar geta við fengið súpu og eftir verða tónleika með Hjalta og Láru. Þetta verður alveg stór skemmtilegt á föstudaginn langa.